Komið sæl og innilega velkomin á þennan fræðsludag og það er mjög gaman að koma hingað og sjá ykkur hér og í þessu fallega veðri. Það er gaman að vera inn í bíóinu. En hér er glæsileg dagskrá, skemmtileg dagskrá og ég veit að þetta á eftir að vera mjög gagnlegur dagur. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir starfið fyrir háskólann. Háskóli Íslands er að ná frábærum árangri eins og kom nú bara nýlega fram í röðun Times Higher Education University World Rankings að vera númer 222 í heiminum er alveg bara ótrúlegt og það er glæsilegu starfi starfsfólks og stúdenta að þakka og án ykkar þá værum við ekki þarna og þetta gefur okkur gríðarlega mikið tækifæri að vera á þessum lista. Það er stundum talað það að þetta sé svona bara einhver tala, en það er ekki þannig. Þetta er þannig að þetta stækkar íslenska menntakerfið, það er alls konar tækifæri sem koma í samstarfi, það er tekið eftir okkur og ég var til dæmis í síðustu viku á rektorafundi Evrópskra háskóla í Galway á Írlandi og þar var fólk að tala þetta. En við létum fréttirnar ekki koma hér fyrir bara á þriðjudag, en þetta skiptir verulegu máli. Og ég þakka ykkur fyrir. Og síðan er hér efni á dagskrá, það er stefna Háskóla Íslands. Mér finnst þessi vinna hafa gengið einstaklega vel og ég þakka nú formönnum stýrihópsins og öðrum sem hér inni hafa komið að þessu. Þetta hefur verið, ég held að meðgöngutíminn hafi verið svona eins og 8 mánuðir, þetta var unnið í mjög góðu samráði við starfsfólk og stúdenta og líka aðila utan háskólans. Og stýrihópurinn var frábært starf en með því að allir koma að þessu á þann hátt sem gerðist þá hefur komið að mínum mati fram frábær stefna. Gildi háskólans eru 3, jafnrétti, fagmennska og akademískt frelsi en titillinn er öflugur háskóli farsælt samfélag og það er stór hluti af þessu sem snýr að mannauðnum. Að okkar styrkur liggur í mannauðnum en við verðum að vinna áfram. Það eru lögð fram það eru ýmsar áherslur sem eru þarna sem við munum vinna eftir á næstu árum til þess að koma þessari stefnu í gang. Innleiðingin liggur fyrir og það er það sem við munum vinna að á næstunni. En hér er gríðarlega spennandi dagskrá framundan og mér þykir leitt að get ekki verið með ykkur hér vegna þess að það er háskólaráðsfundur sem byrja núna klukkan 1 en það er ekki bara þung mál, það er líka skemmtileg mál hér og skemmtilegu máli náttúrulega eru líka þung en svo er uppistand og er tónlist í lokin en ég bara vona því að ég mjög góðan dag og ég reyna að koma hérna og spjalla við ykkur í lokin eftir háskólaráðsfundin en takk kærlega fyrir og ég fel Eiríki Stephensen hér að stýra fundi. Já, komið þið sæl og takk fyrir Jón Atli. Hlutverk mitt hérna er aðalega að segja ykkur hvað kemur næst og stoppa fólk ef að það fer fram yfir tímamörk. Ég var beðinn að minna á hér að það eru viðveru listar frammi sem þið eru beðin að fylla í og eins nafnspjöld sem þið getið skrifað á nafn og starfseiningu og límt í eitthvað þar á ykkur. Já, þessi dagskrá er athyglisverð sem er framundan. Það er fyrst það stóra máli sem er stefnan og stefnan fyrir næstu 5 ár og í framhaldi af því verður fókusinn þrengdur og fjallað straumlínustjórnun og svo áskoranir í háskólaumhverfinu og ég ætla að byrja á því að kynna til sögunar Steinunni Gestsdóttur og Sigurð Magnús Garðarsson en þau hafa borið hitann og þungan af gerð þessara stefnu. Steinunn ætlar að kynna stefnuna og eftir þá kynningu að þá verður boðið upp á fyrirspurnir úr sal og það eru hér 2 mikrofónar sem að verða látnir ganga og þá kemur Sigurður upp á svið og þau munu svara í sameiningu spurningum ykkar. Gjörðu svo vel.